Varmi er orka bundin í formi hita. Þess vegna er heilmikil orka bundin hérna í sjóðandi vatninu. Ef við værum með heilt baðkar á sjóðandi vatni, þá væri það miklu meiri varmi heldur en í þessum potti hérna. Einfaldlega vegna þess að það er meiri orka á bakvið það. Við þurfum meiri orku til þess að hita vatnið upp þangað til það síður í baðkarinu heldur en hérna í pottinu. Á svona eldavél þá er það raforka sem kemur inn og henni er umbreytt yfir í varmaorku. Varmaorkan berst síðan hérna úr hellinu og yfir í pottin, pottin með varmaleiðingu, þegar varmi berst í föstu efni, yfir í vatnið og varminn berst vatnið með varmaburði. Það er þegar varmi berst vökva eða lofttegundir. Svo berst alltaf eitthvað af varmanum út sem innrauð geislun. Það er þegar varmi berst án þess að fara í gegnum eitthvað efni. Það eru allir hlutir sem hitna gefa frá sér smá innrauða geislun, eins og innrauðar myndavélar greina. En í svona potti af vatni þá er vatnið 100 gráðu heitt, svona við staðarloftþrýsting sem það er nú yfirleitt svona í eldhúsinu hjá okkur. Þess vegna skiptir engu máli hvort að eldavélin er í botni eða ekki. Vatnið verður aldrei heitar en 100 gráður. Þannig að við erum ekkert fljótar að sjóða þessar kartöflur þó við höfum eldavélin í botni. Það eina sem gerist, við erum fljótar að fá vatnið til þess að sjóða. Og ef við viljum að vatnið gufi upp, þá er betra að hafa eldavélina í dreinandi botni. En annars erum við bara að sóa rafmagni og láta vatnið gufa upp og fáum auka gufu inn í húsið hjá okkur.